Skipulagsstofnun leggst gegn Bitruvirkjun vegna umhverfisáhrifa hennar. Forstjóri Orkuveitunar efast að virkjunin rísi og segir niðurstöðu Skipulagsstofnunar boða erfiða tíma fyrir jarðvarmavirkjanir á Íslandi. Skipulagsstofnun leggst eindregið gegn Bitruvirkjun vegna umhverfisspjalla. Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur segir mjög á brattan að sækja fyrir virkjunina og óttast framtíð jarðhitavirkjana. Fyrirhuguð jarðhitavirkjun Orkuveitu Reykjavíkur við Bitru við Ölkelduháls hefur verið umdeild frá upphafi. Sveitarstjórn Hveragerðis hefur barist gegn virkjuninni með kjafti og klóm, segir hann að eyðileggja vinsælt útivistarsvæði og blása mengun yfir bæinn. Bitra hins vegar í landi sveitarfélagsins Ölfus. Skipulagsstofnun birti í dag álit mat á umhverfisáhrifum virkjunarinnar og leggst eindregið gegn henni. Í álitinu segir að bygging Bitruvirkjunar sé ekki ásættanleg vegna verulegra neikvæðra og óafturkræfra áhrifa á landslag, útivist og ferðaþjónustu. Sé að ræða lítt snortið fjölsótt útivistarsvæði í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Svæðið búi yfir stórbrotnu landslagi sem einkennist af fjölbreyttri hveravirkni. Fyrirhuguð Bitruvirkjun myndi breyta landslagsásýnd þessa lítt raskaða svæðis í ásýnd iðnaðarsvæðis. Álit Skipulagsstofnunar hvorki bindandi fyrir Ölfus né Orkuveituna. Forstjóri Orkuveitunar efast hins vegar að virkjunin verði byggð. Já, það alveg ljóst að eftir að hafa fengið þetta álit að þá mun sú virkjun eiga mjög undir högg að sækja. Það verður sýnilega þungt framundan og það stjórnarfundur hjá Orkuveitunni á morgun í fyrramálið og það voru farið yfir þetta og stjórnin mun vantarlega ráða ráðum sínum og taka ákvörðun hvert framhaldið verður. Þykir þér einsýnt að hver niðurstaðan verði? Ætlið að munið þið falla frá Bitruvirkjun? Það ekki mitt að svara fyrir það en eins og ég sagði hún á sýnilega undir högg að sækja. Það voru margar athugasemdir sem komu og kannski það líka sem að Skipulagsstofnun að horfa til. En þetta segir okkur líka það að jarðgufuvirkjanir hafa svona almennt verið taldar vistvænni heldur en vatnsaflsvirkjanir og þetta væri það sem Íslendingar ættu að horfa til í framtíðinni. En þetta álit segir mér að það verður mjög þungt framundan hjá þessum virkjunum í framtíðinni. Ólafur Áki Ragnarsson, bæjarstjóri Ölfus, segir ekkert ákveðið framtíð Bitrusvæðisins en segir von á ákvörðun í næstu viku. Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri Hveragerðis fagnar hins vegar niðurstöðu Skipulagsstofnunar. Hún telur erfitt fyrir Orkuveituna og Ölfus að taka ákvörðun sem gengi gegn svo afdráttarlausri niðurstöðu.